atvinnulífinu á þessu viðkvæmum tímum, svíkja stöðugleikasáttmála, rústa grundvallar atvinnugreinunum eða minnst kosti setja þær í meiri háttar uppnám. Það er þessi hugmynd sem að bregðast okkur. Hugmyndafræðin að bregðast, ekki það sem að byggt hefur verið upp hér yfir langan tíma. Menn ætti að spyrja sig núna, til dæmis í ljósi þess hversu mjög aflaverðmæti að aukast á síðasta ári, borið saman við fyrra ár. Menn ætti að spyrja sig, hvers vegna það sem okkur gengur svo illa að vinna bug á atvinnuleysinu, fá í gang alvöru hagvöxt sem ekki drifin áfram bara einkaneyslu, heldur semst af fjárfestingum og almennilegri svona drift í atvinnulífinu. Hvers vegna það þegar að við erum með einhverjar mestu veiðar sem að við þekkjum í seinni tíð og mikið aflaverðmæti, mjög vaxandi. Við erum líka með ferðamenn í auknum mæli og fleiri ferðamenn heldur en við séð í áraraðir eða bara nokkru sinni. Við erum með gjaldmiðil sem stendur í þeirri stöðu og hann gagnast öllum útflutningsgreinunum, ekki bara sjávarútveginum. Sem þess að öll þessi svona almennu ytri skilyrði sem að við myndum undir venjulegum kringumstæðum vera að kalla eftir. Það myndi spila með okkur þegar við lentum í efnahagsþrengingum. Öll ytri skilyrðin að spila með okkur. Hvers vegna það þá að það gengur svona illa að vinna bug á atvinnuleysi og koma fjárfestingu og alvöru hagvexti aftur í gang? Ég segi það númer 1, pólitísk áhætta í landinu, pólitísk áhætta og bara röng stefnumörkun. Það er það sem að. Og ofan af þessu þarf að vinda sem allra fyrst. Það gerist í síðasta lagi eftir 1 ár í kosningunum. Ég held að við munum í næstu kosningum mest ræða atvinnustig og fjárfestingu, atvinnulífið og svo hins vegar stöðu heimilanna.